Góðan daginn. Það er gaman að vera með ykkur hérna í dag. Ég ætlaði nú að vera sérstaklega klukkan 1 í dag eins og venjulega en varð að færa þetta aðeins til því að dagskráin riðlaðist aðeins á heimilinu en það fór þannig að fjölskyldan veiktist hver á fætur öðrum síðasta rúma sólarhringinn og erum við öll að standa á lappirnar eftir hvað virðist hafa verið bráðsmitandi pest en þannig að ég vona að ég geti nú samt komið ykkur frá mér að vita en þarf líklega að treysta á spurningarna frá ykkur í dag því að ég hef verið í betra formi en það versta við þetta allt var að ég mistaði að fara á leikinn á Laugardalsvelli í gær því ástandið á fjölskyldunni var nú bara þannig að það komst enginn frá en ég ætla að fara núna eftir og sjá stelpurnar okkar keppa og hlakka mikið til er gríðarlega stolt að því hvernig bæði stelpurnar og strákarnir okkar að standa sig. Tók þátt í dag líka hvetja til þess að mæta á landsleik í handboltanum næstu helgi en Íslendingar spila þá í Portúgal. Þannig að byrjum á íþróttunum. Og aðeins af einu svona sorglegri atviki en það var afskaplega sorglegt að heyra af slysinu í Hvalfjarðargöngunum af því að þetta samtal nú tilenga Vesturlandi að þá er alltaf sorglegt að heyra af slíkum tíðindum og vil ég bara senda samúðarkveðjur til þeirra sem þar á við. En við ætlum að halda okkur í að reyna að vera björt að vanda og enda sól og gott tilefni til þess og pestina við herjað á heimili að þá hefur við líklega sjaldan verið fallegra veður en þessa dagana á Íslandi. Nú ég er búin að heimsækja marga á Vesturlandi en auðvitað alls ekki alla þannig að ég vona að þið sem hafi ekki haft tækifæri til að hitta mig notið þetta tækifæri til þess að senda mér spurningar nú eða önnur samtöl því það má alltaf senda mér spurningar. En ég fór á heimsótti ýmsa á Akranesi til dæmis, ég fór í heimsókn í Fjölbrautaskóla Vesturlands þar sem var sérlega mikið af skemmtilegum samtölum sem ég átti þar við starfsfólk þar á síðustu dögum misserisins. Og ég fór á Höfða, dvalarheimilið, þar sem er alltaf jafn skemmtilegt að heimsækja eldri borgara og hitti meðal annars marga Vestfirðinga og frænda að vestan sem mér fannst sérstaklega gaman að hitta og hitti einnig marga góða stuðningskonur sem voru búnar að ákveða að kjósa mig áður en ég kom á staðinn. Það ylja manni alltaf hjartarætur þegar slíkt gerist. Nú heimsótti líka sjúkrahúsið á Akranesi, bæjarskrifstofurnar þar sem við áttum gríðarlega skemmtilegt spjall, landmælingar, akur og marga fleiri. Í Borgarnesi fór ég í grunnskólan, hitti þar marga fyrir, heimsótti Límtré Virnet sem er mjög öflugt fyrirtæki sem eins og allir á Vesturlandi líklega vita. Og svo í Stykkishólmi var ég með opinn fund og þar kom margt fólk og mikið og skemmtilegt samtal, nokkuð langt samtal á laugardagseftirmiddagi þar sem greinlegt var að það brunnu mörg málefnin á fólki að ræða og ég hafði ofsalega gaman af því samtali. Það er alveg sama hvert ég fer landið og þegar við heyrt mig tala þetta áður, þeir sem hafi hlustað, að allstaðar ber á góma fjölgun ferðamanna. Og ég var einmitt að hugsa það í samhengi við þetta slys og hversu oft ég sé fréttir af því allt land að það er erfitt fyrir okkur að takast á við það með núverandi innviði að vera komið með svo marga ferðamenn. Og það er ýmislegt sem að brennur á fólki að ræða hvað þetta varðar. Og þetta varðar bæði innviði og kannski bara umferðarmenningu þegar þú ert komin með tiltölulega óvana bílstjóra í okkar umhverfi og hvað áhrif það hefur og kannski slysahættu það getur skapað. Nú umhverfismál koma alltaf ber á góma og okkar geta til að vernda náttúruauðlindirnar okkar og náttúrun okkar og síðast en ekki síst bara áhrifin á samfélagið okkar og hversu vel samfélagið okkar ræður við þennan fjölda. Nú vil ég alls ekki að hljóma eins og ég sé eitthvað á móti ferðamönnum því að það er ég alls ekki en ég held bara að við þurfum að eiga samtalið þetta og hvaða stefnu við ætlum að setja okkur í þessum málum. En ég ætla ekki að hafa langa innleiðingu í dag því ég vil endilega reyna að fá sem flestar spurningar frá ykkur og vona ég sé með ykkur á Vesturlandi sem hafa áhuga á að beina til mín spurningum. Ég veit og vona að flest ykkar hafi séð sjónvarpssamtal allra frambjóðenda síðastliðinn föstudag. Það er mín skoðun að þetta hafi verið svona í fyrsta sinn sem að við vorum öll við hlið í sjónvarpssal og það er synd að það skuli ekki vera fleiri tækifæri til þess því að miðað við viðbrögðin sem að ég fekk og örugglega aðrir frambjóðendur að þá er þetta svona tækifærið sem að hjálpar Íslendingum hvað mest að
að vega og meta frambjóðendur og sjá okkur standa fyrir svörum í beinni og hliðin á hvert öðru. Þannig að ég hlakka til frekari tækifæri til þess að gera það. En eins og þið vitið þá tek ég við spurningum í beinni í hverju viku. En hvað segirðu, Vigdís? Erum við ekki með spurningar í dag? Jú. Sæunn með nokkra spurningar hérna, Sæunn Jónsdóttir. Fyrsta spurningin Halla, nú hefur þú mikla reynslu í stjórnunarstörfum. Hvað til að þú muni gagnast til best af fyrri störfum? Já, þetta góð spurning. Takk fyrir spurninguna, Sæunn. Ég held að það gagnist í rauninni öll reynsla þegar að maður fer þegar maður gefur kost á sér í svona embætti, en ekki síst reynsla sem mannauðsstjóri. Því það í rauninni eðli mannauðsstjóra að allavega eins og ég lærði mannauðsstjórnun í Bandaríkjunum, að annars vegar að leiða fólk saman og leita við að sameina og sætta fólk og fá fólk til þess að horfa saman til framtíðar og starfa á grunni sömu gilda. Það mjög mikilvægur þáttur og hitt svona hlutverki sem að mannauðsstjóri sinni mikið eru umbreytingar. Og ég þeirra skoðunar að Ísland standi á ákveðnum tímamótum eins og heimurinn allur og nú þurfum að horfa meira til framtíðar, samin okkur á grunni þeirra gilda sem þjóðin hefur þegar valið sér og leiða bæði umræðu og umbreytingar í átt að því samfélagi sem að við Íslendingar höfum þegar sagt að við viljum. Þannig að ég held að mannauðsstjórnunarreynslan komi sér gríðarlega vel. Ég held að hitt sem að ég myndi líka vilja nefna bara reynsla mín að koma fram fyrir hönd Íslands og sem alþjóðlegur talsmaður, en ég hef verið mjög virkur þáttakandi á alþjóðlegum ráðstefnum og í pallborðsumræðum og sem fyrirlesari og sem ráðgjafi í kringum einkum jafnréttismál og svona breytta nálgun í viðskiptum og fjármálum og svona frumkvöðlamál, hvernig við virkjum frumkvöðla og sköpun í okkar samfélagi til þess að leiða umbreytingar sem eru að eiga sér stað á öllum sviðum okkar samfélags. Þetta held ég að saman þessi svona mannlega reynsla hafa verið á mannlegu hliðinni, hafa verið að leiða breytingar, hafa verið að innleiða gildi, hafa verið að vinna með fólki og hafa svo verið talsmanneskja þessara mála á alþjóðlegum vettvangi með meðal annars fyrrverandi og núverandi þjóðhöfðingjum og leiðtogum stóra fyrirtækja skipti miklu máli fyrir þetta embætti. Fyrir hvaða máli myndu beita þér helst sem forseti? Ég vil beita mér númer 1, 2 og 3 fyrir jafnrétti, en jafnrétti fyrir alla. Ekki bara kynjajafnrétti, þó að ég hafi í nær 2 áratugi beitt mér mjög ótrúlega á því sviði, heldur jafnrétti fyrir alla. Það að segja, ég vil að Ísland sé til fyrirmyndar í alþjóðlegu samhengi þegar að kemur að því tækifærum, óháð fjárhagslegri stöðu, aldri, kyni, búsetu og uppruna. Ég held að skipti sköpum að við séum þetta samfélag, þannig að það skipti engu máli inn í hvaða aðstæður þú fæðist hér, að þú hafir sömu tækifæri. Og það Ísland sem ég vil búa í. En hitt málið, þetta svona mál sem að ég hef sett á oddinn svo lengi, en hitt málið sem ég heldur reyndar að sé nátengt jafnréttisumræðunni, að það eru loftslagsbreytingar og barátta okkar gegn þeim og í rauninni barátta okkar fyrir því að vernda náttúruauðlindir okkar. Því það eru auðlindir sem að við eigum að skila næstu kynslóðum í sama ástandi og við fengum þær, ef ekki betra. Og það málana í heiminum öllum, því að ef að hitahækkun verður meira en 1,5 til 2% í heiminum, þá erum við öll í mjög miklum vanda og það okkur ber öllum að taka þátt í þeirri umræðu, en við Íslendingar getum mögulega lagt meira að mörkum heldur en aðrir, því að hér erum við með sjálfbærari nýtingu orku auðlinda til dæmis heldur en í flestum öllum öðrum löndum. Hvað hafði mest áhrif á að þú ákvaðst að bjóða þig fram? Líklega unga fólkið sem kom til mín og sagði að það vildi sjá mig bjóða mig fram, því að það voru margir búin að skora á mig, en þegar að ungt fólk fór að segja mér að því fyndist við ekki verið að horfa nóg til framtíðar og í rauninni kannski ekki að vinna nógu öttulega að því að skapa samfélagi sem að þau vilja búa í, þá varð ég mjög hugsi yfir því. Og ég hef sjálf tekið þátt í svo ótal mörgum samtölum undanfarin árum að hlutirnir séu kannski ekki alveg eins og við viljum hafa þá í íslensku samfélagi. Og ég kenndi sem kennari við Háskóla í Reykjavík nemendum mínum
og hvatti þá til þess að vera leiðtogar í eigin lífi og ekki bara benda út gluggann þegar að það væri verk að vinna, heldur taka speilin og spyrja hvað ég get gert. Og eftir að halda fjölda fyrirlestra, bæði hérlendis og erlendis til meðal annars stúlkna og ungra kvenna og kvenna á öllum aldri mikilvægi þess að gefa kost á sér og láta rödd sína hljóma og hafa áhrif á sitt samfélag og sína framtíð. Og þá gat ég varla staðið fyrir framan meðal annars ungar konur sem horfðum og sögðum okkur finnst að þú eigir að gefa kost á þér og segja nei, nema ég hefði fyrir því einhverja mjög góða ástæðu. Og þegar öllu var á botninn hvolft og þá var eina góða ástæðan ef að fjölskyldan hefði ekki viljað taka þátt í þessu með mér. Svo ég ræddi málin við fjölskylduna lengi og þegar þau voru tilbúin til að styðja við baki á mér og taka þátt í þessu saman, að þá ákvað ég að skorast ekki undan heldur bjóða mig fram til að gera gagn og láta gott að mig leiða og leyfa svo lýðræðina að ráða för. Gerður Huld spyr hver þín skoðun á Airbnb fjölgun á Íslandi? Já, góð spurning Gerður. Ég ekki alveg búin að setja mig nákvæmlega inn í þessa síðustu, eða svona þróun þessara mála núna alveg síðustu daga. Það svo mikið að gera í forsetaframboði. En ég veit eftir að hafa farið í kringum landið að þetta brennur á mörgum og ég get til dæmis tekið eða svona dæmi af Austurlandi. Á Höfn í Hornafirði var fólkið mjög tíðrætt það að það væri svo mikil breyting á samfélagsmyndinni vegna þess að til dæmis hitti ég fólk sem keypti sér hús í götu og hlakkaði til að flytja inn í það samfélag, kom síðan í götuna og komst að því að það bjó í rauninni í hótelgötu eða svona Airbnb-götu og það var auðvitað kannski ekki alveg það samfélag sem það var að leita eftir. Þannig að ég veit allavega að án einhvers konar reglugerðar í kringum þetta, að þá eru líkur á því að samfélagsmyndin riðlist. Ég hef heyrt sambærilegar kvartanir hér á höfuðborgarsvæðinu líka meðal annars frá nemendum sem segja að það sé nær ómögulegt fyrir þá að leigja húsnæði vegna þess að fólk hefur meiri tekjur af því að leigja það út til Airbnb og þetta sé að skemma húsnæðisleigumarkað fyrir nemendur. Ég hef hitt foreldra víða land sem segja að það sé orðið erfiðara að styðja við börnin sín að fara til dæmis til háskólanáms eða framhaldsnáma einhverju tagi í höfuðborginni því það sé orðið svo erfitt að fá leigt vegna þessara samkeppni sem við Airbnb. Þannig að ég hugsi yfir þessu og held að þetta sé eitt af mörgum málum sem varðar aukningu í ferðaþjónustu sem að hafa áhrif á samfélagið okkar, kannski nokkuð stjórnlaust og án þess að við höfum tekið samtalið það. Þannig að ég veit ekki hvort að ég hafi einhverja afgerandi skoðun að lýsa yfir núna aðra en ég heyri að þetta brennur á mörgum og þetta að hafa áhrif á samfélagið okkar og tel að það væri gott fyrir okkur að ræða málið heiðarlega og hreinskiptnislega áður en í algjört óefni komið. Hvaða skoðun hefur þú á því að stór hópur eldri borgara og öryrkja þarf að lifa á 183.000 krónum á mánuði? Þetta bara mjög góð spurning. Ég held að geta enginn lifað á þeim launum. En ég vil þó segja að ég hitti eina ótrúlega jákvæða konu á heimili eldri borgara á Hrafnistu í Hafnarfirði í síðustu viku sem lýsti þó fyrir mér að fyrir þá upphæð sem hún greiddi þar til Hrafnistu sem að ég held að ég fari ekki rangt með hún að tjá mér að væri 150.000 á mánuði væri ótrúlega mikið innifælið og hún fór svona fögrum orðum það. Þannig ég vil bara líka þannig að ég ekki alltaf tala það sem að geta þess að þarna var kona hún Edda sem að vildi bera þessu góða sögu. En það ekki hægt að lifa, það þarf ekki neitt sérfræðing til að rekna þá út að það lifir enginn á 180.000 krónum á mánuði. Og á Íslandi þar sem að við erum rík, þá ættu við að geta gert betur fyrir okkar eldri borgara sem skila af öllu sínu ævistarfi. Og ég held að forseti geti sem slíkur ekki beitt sér fyrir breytingum en getur svo sannarlega að tala fyrir því að við hugum vel að því að eldri borgarar eigi áhyggjulaust ævikvöld sem að hlýtur að vera lykilforsenda. Björn Birgisson spyr, ertu hægri eða vinstri sinnuð? Ég eiginlega þol ekki þessar skilgreiningar hægri eða vinstri Björn, ég ætla að vera alveg heiðarleg. Ég til dæmis var oft sagt við mig þegar ég var yngri að því að ég hafði alltaf áhuga á jafnréttismálum og
og ég hafði líka mikinn áhuga á sjálfbærni eða svona því að við huguðum að náttúrunni og ágangi okkar á náttúruna í öllu sem við gerðum og þá var mér sagt að það væri vinstri sjónarmið. Ég get ekki skilið hvernig svona sjónarmið eru annaðhvort vinstri eða hægri. Ég þeirrar skoðunar að við eigum að leggja þessi hugtök aðeins til hliðar og við eigum að geta rætt saman, sérstaklega af stóli forsetaembættisins, þau mál sem sameina og ekki þau mál sem sundra og ég held að hægri og vinstri sundri. Ég hef kosið 3 ólíka stjórnmálaflokka ævina og þeir hafa verið bæði frá vinstri og hægri og hjá mér hefur atkvæðið fallið yfirleitt til fólks sem ég hef haft trú á og framtíðarsýnar sem ég hef haft trú á. Og það þannig sem að ég myndi gjarnan vilja fá að kjósa í framtíðinni sjálf. Að ég fengi að kjósa meira fólk og ég fengi að kjósa og gera upp meira á milli þess hvers konar framtíðarsýn frambjóðendur hafa. Kom hérna ein spurning í einkaskilaboðum. Hver þín skoðun á gráa hernum? Ég elska gráa herinn. Ég mjög fylgjandi því að fólk fá að vinna lengur en ég vil reyndara því að ég vil jafnrétti fyrir alla ná yfir alla að ganga í þessum málum. Móðir mín þurfti til dæmis að hætta störfum hjá Landspítalanum 67 ára gömul og ég tel að því hún var vel á sig komin og full af krafti að hún hefði gjarnan viljað fá að starfa lengur en það var ekki í boði. Þannig að ég vil gjarnan að við leyfum fólki að vinna lengur og ég vil gjarnan að við hegnum þeim ekki fyrir það að gera það sem að ég tel að við gerum í of miklu mæli. Ég held að okkur vantum 2000 starfsmenn á Íslandi á næstu árum það bil og ég held að við gætum fundið hluta þessum starfskröftum hjá eldri borgurum. Þetta á hins vegar að vera val því að margir eru tilbúnir til og vilja hætta störfum fyrr en við eigum að gefa fólki kost á að vinna lengur og við eigum að meta 3. æviskeiðið eða okkar eldri og vitru borgara meira heldur en við gerum í atvinnulífinu. Það veitir ekki af meiri visku og þroska en í atvinnulífið okkar á köflum. Kjartan Guðmundsson segir hérna Sæl Halla, ég sé að fyrrverandi forseti Írlands styður þitt framboð. Þarftu ekki frekar að tryggja þér stuðning fyrrverandi forseta Íslands? Það væri sterkt að fá hennar stuðning. Já, það væri mjög sterkt. Ég hef ekki óskað eftir því að frú Vigdísi, þó ég veit að Mary Robinson og frú Vigdísi eru mjög góðar vinkonur en það voru þær númer 1 og 2 kjörnar þjóðarleiðtogar á sínum tíma. En ég hef ekki spurt frú Vigdísi og ég skal segja ykkur af hverju. Af því hún bara þannig að ég get ekki ímyndað mér að hún myndi taka afstöðu með einhverjum einum frambjóðanda og ég tel það rétt viðhorf hjá frú Vigdísi og met hana mikið svo hef orðið þess aðnjótandi að ræða við hana margt. Ber mikla virðingu fyrir henni. Hún hafði mikil áhrif á mig á sínum tíma þegar hún var kjörin og allan þann tíma sem hún var forseti og líka síðan. Við áttum til dæmis 2 dásamleg löng samtöl á síðasta ári jafnréttismál þar sem að ég var að vinna undirbúningi jafnréttisráðstefnu þar sem að ég ætla að leyfa mér að segja að ég hefi lært jafn mikið og orðið jafn svona uppljómuð af hennar eða innblásin af nærveru hennar og ég var þegar ég var 11 eða 12 ára og hugsanlega hafi sumt sem ég sagði við hana líka vakið hana til umhugsunar því að hún svo dásamlega áhugasöm ennþá lífið að hún enn alltaf að vilja læra og sem að mér finnst einstaklega fallegt í hennar farið þannig að auðvitað myndi ég fagna stuðningi Vigdísar en ég hef ekki einu sinni óskað eftir því að ég tel að hún muni vera í sínum anda þegar hún segir að hún ætla ekki að taka afstöðu með einhverjum einum. Ásdís Ósk spyr hvað ætlar þú að gera fyrir litla fólkið í landinu? Er litla fólkið unga fólkið þá Ásdís? Má ég spyrja tilbaka? Eða er litla fólkið fólk sem er lágvaxið? Ef það er unga fólkið þá er ég að bjóða mig fram vegna þess að ég trúi því einlæglega að það sé skylda okkar að búa í dag til framtíðina fyrir unga fólki okkar og búa til samfélagið sem unga fólki okkar vill búa í. Þannig að ég að bjóða mig fram fyrir næstu kynslóðir og ekki bara næstu kynslóð heldur næstu kynslóðir og vil horfa til langs tíma. Ef við erum að tala lágvaxna að þá myndi mamma mín næstu því falla í þann flokk en hún verður ekki ánægð þegar ég segi það. En mamma rétt nær yfir 1,50. Henni finnst ég ýkja þetta svo litið en það alveg rétt að hún lágvaxin. Og ég held bara að skipta engu máli hvort þú ert hávaxin eða lágvaxin eða hvort þú ert kona eða karl. Ég vil bara jafnrétti fyrir alla, ég vil tækifæri fyrir alla og ég trúi á fjölbreytni. Þannig að ég held að við eigum bara að horfa alltaf á það að fólki sem við eigum fjársjóðurinn okkar
og við eigum að hjálpa hverju einustu manneskju að blómstra. Samfélag sem hefur einungis 330.000 konur og karla til að bera þarf á þeim öllum að halda, óháð stærð, óháð kyni, óháð aldri. Það held ég það sem við þurfum að muna. Jæja, þá held ég að ég sé komin á tíma í dag því að ég er með ansi þétta dagskrá þar sem ég misti út einn dag vegna veikindana. En ég þakka fyrir marga góða spurningar af Vesturlandi. Ég vil gjarnan halda áfram að fá spurningar frá ykkur og hvet ykkur hvort sem þið eru á Vesturlandi annars staðar til að halda áfram að fylgjast með Höllu í beinni. Ég tek við öllum spurningum og tek þeim fagnandi og bið ykkur annars bara með að góðan og sólríkan dag og ætla að enda á að segja áfram stelpur, tryggjum okkur líka á EM.